dag skulum við kynna okkur orð Guðs undir yfirskriftinni himnesk fjölskylda og jarðnesk fjölskylda vitni í Biblíunni. Guð hefur skapað mörg kerfi á jörðinni sem fylgja fyrirmynd himnesku kerfana. Meðal þeirra fjölskyldukerfi. Fjölskyldukerfið á jörð var skapað sem eftirlíking af fjölskyldukerfinu á himnum. Í dag skulum við með hjálp Biblíunnar staðfesta hvert fjölskyldumeðlim. Byrjum á því að skoða fjölskyldunar sem eru á jörðinni. Meðal margra kerfa á jörð fjölskyldukerfið eftirlíking og skuggi fjölskyldukerfisins á himnum. Við skulum athuga þetta mál. Í fjölskyldukerfi á jörð faðir, ekki satt. Heldurðu ekki að það hljóti líka að vera faðir í fjölskyldukerfi á himnum? Ef það faðir á þessari jörð, hinum efnislega heimi sem heimur eftirlíkinga og skugga, þá hlýtur að vera faðir á himnum, hinum andlega heimi sem heimur raunveruleikans. Við skulum sjá hvort faðirinn til með því að fletta upp í Matteusarguðspjall kapli 6, vers 9. Þar segir, en þannig skulu þér biðja. Hver? Faðir vor, þú sem ert á himnum. Við getum enn staðfest að það faðir í hinni efnislegu fjölskyldu og hann fulltrúi hennar. Á sama hátt hlýtur að vera faðir í andlegu fjölskyldunni sem til staðar í þeim andlega heimi sem við stefnum að. Á fjölskyldusamböndum jarðar, í hinum efnislega heimi, þurfa börn að vera til að faðir geti verið það. Á sama hátt, í fjölskylduböndum himna, sem andlegi heimurinn, ættu ekki að vera börn sem kalla Guð föður. Algjörlega, börnin eru þar. Við skulum skoða síðara Korintubréf kapli 6. Kapli 6, vers 17. Þess vegna segir Drottinn, farið burt frá þeim og skiljið ykkur frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka ykkur af mér. Og ég mun vera ykkur. Hvað þér? Faðir og þið munu vera mér synir og dætur, segir Drottinn alvaldur. Rétt eins og það eru líkamlegi feður og líkamleg börn á þessari jörð. Biblían kennir okkur í gegnum tengsl eftirlíkingar og veruleika að andlegur faðir og andleg börn hans hljóta einnig að vera til í himnaríki. Líkamlega fjölskyldan samanstendur af föður og bræðrum og systrum. En hver vantar til að fjölskyldan verði heil? Það verður líka að vera móðir. Með eftirmynd líkamlegu fjölskyldunar getum við skilið að það þarf ekki aðeins að vera faðir og börn heldur einnig móðir í andlegri fjölskyldunni. Þannig ber Biblían vitni móður. Við skulum sjá hvort móðir kemur fyrir í Biblíunni með því að fletta upp í Galatabréfi kapli 4, vers 26 saman. En Jerúsalem, sem í hæðum, hér merkir fyrir ofan á himnum, frjáls og hún móðir vor. Biblían kennir okkur skýrt. Vers 27, en Jerúsalem, sem í hæðum, frjáls og hún móðir vor því að rita þér. Ver glöð, óbyrja, sem ekkert barn hefur átt. Hrópa og kalla hátt, þú sem ekki hefur jóðsjúkorðið. Því að börn hinnar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem mannin á. En þið, bræður mínir og systur, eru börn Guðs eins og Ísak af því að hann gaf. Hvaða börn? Fyrirheitum ykkur. Samkvæmt 1. Jóhannesarbréf kapli 2, vers 25 þetta loforð eilíft líf, sem þýðir að Guð hefur veitt okkur loforð eilíft líf. Öll kerfi á jörðinni eru afrit af himneska kerfinu sem raunveruleikinn. Þá, á þessari jörð, sem heimur afrita og skugga, hver gefur börnunum líf? Hver á þá að gefa eilíft líf börnunum á himnum? Það ekki móðir okkar sem veitti okkur eilíft líf? Hvers konar börn erum við nefnd? Við erum kölluð börn fyrirheitsins. Höldum áfram með versi 29. En eins og sá sem fæddur var á náttúrulegan hátt ofsótti forðum þann sem fæddur var á undursamlegan hátt, svo það og nú.
En hvað segir ritningin? Rektu burt ambátt þessa og son hennar því að ekki skal ambáttasonurinn taka arf með syni frjálsu konunnar. Þess vegna, bræður mínir og systur, erum við ekki ambáttar börn heldur börn. Hverra barna erum við? Frjálsu konunnar. Í Galatabréfið kafli 4, vers 26 segir, en Jerúsalem, sem í hæðum, frjáls. Hvert þá samband okkar við hina frjálsu konuna? Við erum börn hennar. Með öðrum orðum, hver Jerúsalem sem fyrir ofan, frjálsa konan, fyrir okkur? Biblían kennir okkur að þessi frjálsa kona vísar til móður okkar sem eilíf. Við erum börn föður og móður og við erum bræður og systur hvert fyrir annað. Þá ættum við ekki að fara inn í himnaríki ein, heldur ásamt bræðrum okkar og systrum. Ég vona að við verðum öll hinn fallegu bræður og systursjónar sem munum ekki missa einn einasta himneskan fjölskyldumeðlim. Finnum þau öll og snúum aftur með himneskri móður okkar til eilífs heimilis okkar, himnaríkis, þar sem faðir og njótum blessunar eilífs lífs. Ég vonum að þú hafi hlotið mikla náð í dag fyrir orð Guðs, leyfi mér að ljúka prédikuninni. Þakka þér innilega fyrir.